Já, komið sæl og velkomin í Kaldapottinn þessa vikuna. Hjá mér stödd Valgerður Árnadóttir, öðru nafni Valan, við vorum að ræða það. Velkomin. Takk fyrir það. Gaman að fá þig. Takk fyrir að bjóða mér. Bara dásamlegt að koma í heimsókn. Nei, mín er ánægð. Þakka þér miklu frekar. Og síðan líður kortir og gerum þetta fram og tilbaka. Já. Já. En það hefði í þættinum, það að smjara svolítið fyrir öllu gósgerð og stála í jesúlaði. Í jesúlaði. Ég er ánægð með þetta. Þetta er bara mjög gott lífanaði, Hefur smakað það? Já, ég hef stundum keypt júsúlaði. Það er ekki sama stöffið? Ég held það. Mér finnst þetta eins á bragðið. Það er svolítið. Jú, og svo líka er eitthvað með hvað heitir það? Það er svona lítið djöflarótar. Já. Mér finnst það, ég elska allt svona sem gefur mann svolítið kikk, svona frá Engiferi og chili og svona. Þannig að mér finnst það mjög góð drykkur. Mér fannst bara svo mikið rokk í orðinu jesúlaði. Já. Það er svona Jesú var góður gæi. Refulismi, Jesú var góður gæi. Já. Og það er ekkert verið að taka Jesú í hjartan. Segja þeir sem hafa gert það. Já. Trúið? Nei. Það er gott að afgreiða. Ég er ekki trúið. Ég er svona, ég veit ekki, svo segi ég sé ekki trúið og ég var skikk sem barn og sá ýmislegt. Þannig að, ég held að það séu svona lógíska skýringar á því samt sem áður. En ég trú ekki á eitthvað aðra sem að stjórnar okkur eða að það sé eitthvað, já, svona. En þú sleppur ekki við að segja okkur að þú var skikk sem barn? Nei, sennilega ekki. Hvernig gerist það? Ég hef bara fæddist held ég skikk og sá alveg langt fram eftir aldrei margt, eða þú veist, ég svona, já, bæði. Sástu fyrir atburði eða fólk eða? Ég er mjög bergdreimin. Og ég hef kannski einhvers konar innsæi sem að ég hef alveg spáð fyrir hluti sem hafa gerst. Og mér hefur dreymt líka mjög oft fyrir alls konar sem hefur gerst. En þegar ég var yngri þá sá ég líka bara framleiðið fólk og ljós og annað. Og ári fólks og svona. Ég trúi þér alla leiðir. Ég trúi allt saman. Já, en mér fannst þetta samt svona ángra mig. Þannig að ég er svona lokaði fyrir það. Varstu hrædd við þetta? Já, ég var oft hrædd við þetta og það lagðist ofta á mig mara, þú veist hvað það er. Já. Mjög óþægileg tilfinning að geta ekki hreyft sig og þá sá ég líka oft eitthvað sem var kannski af hinu illa, má segja, og það tók á mig og ég gat líka einhvern veginn ekki sofið róleg á mjög mörgum stöðum. Ég átti erfitt með að ferðast og sofa á hótelum og sofa heima hjá öðru fólki og svona vegna þess að ég skynjaði alltaf eitthvað. En svo einhvern veginn náði ég að loka fyrir þetta, að ég held vegna þess að mamma mín var bara að rifja upp í gær. Ég held að ég hafi bara lokað á þetta og ég hafi ekki segið neitt. Nema svo bjó mamma mín í húsi niður í miðbæ og hæðinni fyrir ofan bjó og býr enn víetnamsk fjölskylda. Og ég var á þessum tíma bara, ég var mjög ung einstamóðir og var heima í fæðingarorlofi, þannig að mjög mikið heima, mjög mikið að þvælast út og inn með barnið, fara út með hann í vagnin og eitthvað. Og læsi mig einhvern tímann úti og mamma mín spyr svona, hún kemur heim og vinnur og býtur, hvernig komstu inn? Og hún læsti úti. Ég nú konan uppi, hleyptu mér inn og hún alveg, hvaða kona? Amman, sagði ég. Hún alveg, hvaða amma? Nú víetnamska amman sem er alltaf. Ég held að hún hafi hleypt mér inn, ég dinglaði allan hjá þeim og hún alveg, það er engin amma upp efri hæð, þetta er bara ungt par sem býr þarna, hvað ertu að tala? Ertu að grína? Nei, og ég var bara svona, já, við skulum ekki tala meir það. Þá fatta ég að hún væri í rauninni ekki. Hún hafði aldrei talað við mig. Ég hafði bara séð hana labba upp og niður. Já, og þú gerir ekki greinarmun á því, hvort það sé lifandi? Nei, þannig ég vildi ekki, mamma sagði, svo vildi þú ekki tala meir það. En ég náttúrulega fór að vera forvitin og spurði hvort einhver amma eða mamma þeirra hefði verið í heimsókn. Og það hefði enginn verið í heimsókn og aldrei nein amma komið frá Víetnam í heimsókn og þær voru báðar dánar. Þannig að já. Wow. Þetta er svona, ég held að ég sé búin að loka allt, en svo gerist eitthvað svona sem ég held að sé fullkomlega eðlilegt og það er það ekki. Er þetta eitthvað fjölskyldutengt? Er mamma þín svona, amma þín? Nei, veistu það, ég held ekki.
Mamma mín hefur rosalega mikinn áhuga á allir svona og hefur svona mikið, þú veist, lesið þetta og kafað svolítið í þetta allt saman, en hún hefur ekki séð neitt sjálf, held ég. Þannig að nei, þetta ekki að ég viti. En spennandi. Já. Þetta er alveg handrit í þessu. Já, en ég samt ekki trúið og ég held ekki endilega að við séum að hanga eftir að sál okkar fyrir líkam okkur og held ég ekki endilega að við séum að hanga í kringum okkar fólk, sko. Nei. Ég held að sé meira svona þess að ég upplifi það frá mínu trúarleysis sjónarmiði en samt trú í því? Það viss trú í því, sko, en svo hugsa ég bara að það svo margt í alheiminum sem við skiljum ekki. Það eru margar vittir og við vitum það vísindalega sanna, það eru margar vittir og eins og ég upplifi þetta, þá þetta líka kannski sko stafir geyma minningar rétt eins og heili okkar geymi minningar. Og kannski stundum náum við að sjá þessar minningar þessara staða og þess vegna sjáum við framliðið fólk eða upplifum einhvers konar skilaboð til okkar vegna þess að minning, hún lifir bæði í okkur frá okkar ættingum sem eru fallinni frá og öðrum sem við erum nærri okkur að við kannski svona, já, þetta eitthvað þó ég get ekki alveg útskýrt það. Nei, en samt sko það allt talað að fólk sem sagt, sín á milli talar að það eitthvað að vont að vera í þessari íbúð að fólk skynjar. Ég held kannski að við höfum ræktað svolítið úr okkur þennan sans. Við höfum alltaf haft hann sem tegund eins og dýrin hafa þetta. En við með rökhygginu höfum svolítið hendur svo út. Make a sense? Já, mér finnst það make a fullkomið sens, sko. Við erum svo ótengd við náttúrun einhvern veginn. Við erum svo föst í efninu og... Já. Við erum búin að aftengja okkur bara mjög meðvitað og það með það sem ég reyndi að gera. Þetta var óþægilegt fyrir mig að vera svona tengd. Að ég aftengdi mig og það það sem við gerum. Sem að segja einhverja þvælu. Já. Þessi bullikrakki og allt þetta. Já. En hvaðan kemur? Ertu borgarbarn? Ég í rauninni borgarbarn en ég ólst ekki upp í borg. Ég ólst upp í Svíþjóð. Í Sverige? Já, í úthverfi Lundar í suður Svíþjóð. Og foreldraðinni sem mentafólk? Nei, í raun ekki. Þau voru verkafólk og þau fóru frá Íslandi þarna 1980 út af verðbólgunni. Og ætluðu sko að búa í Svíþjóð og líka mennta sig. Og það var það að mamma mín menntaði sig, hún fór í svona félagsfræði til þess að vera svona sko skipuleggjandi á félagsstarfi og kláraði það. En pabbi, hann kláraði bara stúdentinn úti, hann hafði aldrei haft tækifæri til þess fyrir en þá, hann var elstur 7 systkina og mammas einsta móðir, þannig að hann var sendur á sjó 13 ára og fekk ekki að klára landspróf, þannig að hann hafði þarna áður en að þau flutti síð og hann allavega klárað sko landsprófið og var komin að stað í menntaskóla á Íslandi en kláraði stúdentinn í Svíþjóð og fór eitthvað aðeins í hagfræði. Þurfti náttúrulega að velja eitthvað erfitt fag, en hann var bara þannig. En hann flosnaði upp úr því þau skildu og svona út frá því flosnaði hann upp og hélt bara áfram að vinna sem verkamaður. Hann vann í dósaverksmiðju út í Svíþjóð sem heitir PLM sem að framleiðir eiginlega allar okkar dósir, eða gerði á tímabili, allar dósir sem við vorum að setja gos og bjóri á Íslandi kom úr verksmiðjunni sem hann vann. Þú talar hann alltaf í þátíð, Já, hann féll frá fyrir 2 ár. Takk fyrir það. Og já, en hann var mestmegnis á sjó alla ævi og endaði sko í landhelgisgæslunni, hann var síðustu 20 ári sín í landhelgisgæslunni. Já, Og það var hans ær og kýr, honum fannst það æðislegt sko. Elskallinn. Já, svona gerist það. Já. Og þið, hvað flytur? Já, við skilsum að ég ólst upp hann í Lundi fyrstu 10 árin í bara dásamlu umhverfi, það má segja að ég prata svenska, já. Já, þannig að sænska er svona eiginlega mitt fyrsta tungumál og við bjuggum í mjög skemmtilegu hverfi. Þetta var svona aflokað hverfi þannig að þú gast bara keyrt í kringum það. Þú varst að leggja bílnum ef þú átti bíl sem flestir áttu ekki. Það notuðu bara allir almenningssamgöngur og hjól. Fyrir utan hverfið og lapp inn í það og inn í hverfinu var allt sem þú þurftir. Þú veist, þetta voru svona húsafyrpingar sem voru með garði og þú veist, í bara okkar garði var leikskóli minn.
Og þarna Það er var bara, þjónusta, búðir já, og verslunin var þarna og svo var bara svona sameiginlegt þvottahús og sameiginlegu samkomusalur sem allir notuðu fyrir veislur og já, þetta var Þarna svona, var einhverju hippar komið að. já, alveg nokkuð vissu allir það. með matjurtagarð og þú veist, þetta var bara alveg dásamlegt umhverfi að alast upp í, sko. Ég trúi því. Já, og svona fjölmenningar umhverfi Já. sem að bara ég mjög þakklátt að hafa alist upp í fjölmenningar umhverfi þegar ég kem heim til Íslands, það var nú ekki, þannig 1989, mikil fjölmenning hér, sko, eiginlega bara svolítið sjokk að koma heim, sko. Já. En þið flyttið heim, einhver ástæða eða bara að því bara? Já, sko, mamma og pappi skildu það 5 ára, þannig að þau, þú veist, en þau bjuggu áfram bæði í Svíþjóð. En mamma ákvað svona, þegar ég var 10 ára, hún sem sagt kláraði sitt náman úti og fékk einhvern veginn ekki starfi hæfi, af því að hún var ekki sænsk. Vill hún, þú veist, meina, þetta bara svipað að vera ekki útlendingur hér á Íslandi, að hún vissi hún fengi miklu betri tækifæri hér, sem var rétt hjá henni, hún fekk miklu betri störf á Íslandi, við sitt hæfi. Og hún hugsaði bara annarkvort myndi hún halda fram að vera út og ég yrði sænsk eða þá hún færi heim. Þú veist, þetta var bara svona, ég 10 ára og hún sá einhvern veginn þetta sem mómentið til að fara heim og gerði það. En þegar þú kemur heim 10 ára, þú væntanlega lært íslenska á þeim. Varstu illa talandi? Nei, þau töluðu alltaf við mig íslensku á heimilinu og ég talaði alveg bara mjög fína íslensku. Og það, ég kannski var með einhvern smá hreim og kunni ekki öll orð þegar ég kom. Ég minni mig að pínu strýtt eftir að ég kom, sko. En það sem ég fannst erfiðast samt var að ég kunni ekki íslenska leiki og skildi ekki hvað það var, skilurðu. Þannig að það voru allir bara, vil ég koma í kíló eða eitthvað og ég alveg já, og svo var ég bara, og hvað er það? Þú veist, þannig að maður var alltaf svona svolítið út að aka og nú er þú í stykk eða eitthvað og ég vissi ekki hvað það var. Alls konar svona orð sem krakkar nota, svona slangur. Þetta voru þeir tímar þegar krakkar fór actually út að leika sér. Já, þetta var á þeim tíma. Það er bara í mannkísjónu núna. Nákvæmlega. Ég er svo heppin að vera hluti af þeim krökkum. Já, nákvæmlega. En hvað tekur við? Bara skólaganga og lífsinsbröld? Já, við fluttum í rauninni bara niður í Norðurmýri, byggum á Njálsgötu og ég er náttúrulega bara fór í grunnskóla. Vesturbæjarskóla? Nei, ég fór í Háteigskóla sem var þá æfingadeildin. Já, það var ekkert, þú veist, rosalega gott orð á Austurbæjarskóla akkurat þá, þannig að mamma vildi frekar ég færi í æfingadeildina. Við í Skríllinn vorum allir í 101. Já. Þegar það var ódýrasta húsnæði í Reykjavík var 101. Já, einmitt. Í þá daga. Í þá daga, sko. Já. Við rétt náum að vera í 105, svona hinn með Snorrabraut, en dýrari hverfi. Það var ekki dýrari neitt, sko. Já, nei, þetta eru hann að verkamanna blokkirnar sem eru byggðar hann á Njálsgötunni fyrir neðan Snorrabraut. Nú, já, ég þekki það. Já, en það var alveg fínt, sko. Og ég fór í leiklist þegar ég var 13 ára. Ég var nefnilega mjög feimið barn og vildi ekki láta mikið fyrir mig fara. En sem betur fyrir fór ég í leiklist og það var svona einhvern veginn náði ég að springa út og vera ég sjálf og ég hefði líka, mér hefði verið strítt og ég hefði lögð í einelti svona þegar ég var yngri. Og þetta var svona mín leið til þess að bara vera ég sjálf og vera ófeimin. Og eftir það, sem sagt, ég var rosalega mikill sláni, mjög hávaxinn og grönn, þannig að það lá kannski svolítið við að það var einhver sem að hóaði í mig og ég fór að vinna sem fyrirsæta. Þannig að eftir 10. bekk þá fór ég beint út til Mílanó og fór að vinna fyrir mér. Og bjóst þar? Já, ég bjóð þar. Hvernig var það? 16 ára? Það var sjálfræðisaldur 16 ára væntanlega. Já, ég var ekki orðin 16 einu sinni, já, en sko mamma leiði mér að fara og svo kom hún og var hjá mér tíma, sko, til að sjá svona hvernig þetta var. En ég fekk að fara vegna þess að það var önnur stelpa að fara með mér sem 2 árum eldri, sem að mamma treysti fyrir að passa mig. Og þetta var bara rosa ævintýri. Þú veist, ég myndi kannski ekki leyfa barninu mín í dag að gera þetta, vitandi hvernig þetta er. Hvernig er þetta? Af hverju myndir ekki leyfa barninu þín að fara? Vegna þess að þetta er náttúrulega þetta er mjög slæmt umhverfi. Þetta er ekki heilbrigt umhverfi fyrir sérstaklega ungt fólk að vera í. Það er rosa mikið að fólki að reyna að notfæra sér þig. Bara á alla vegu? Já, í rauninni. Peningalega, sko. Það er peningalega, já. Og það er mjög mikið verið að svindla sérstaklega á fyrirsætum, sko. Og
þú veist, ég vann þarna eins og brjálæðingur og fekk rosalega lítinn pening fyrir. Það var alltaf eitthvað sem þau týndu saman að þau væru að borga. Þau væru að borga húsaleigu, þau væru að borga hin og þessar ferðir og þau höfðu, þú veist, borga fyrir hitt og þetta, skilur, þannig að maður fekk og svo tekur umboðsmaðurinn 50%. 50%? 50%. Það brútalt. Já, þannig að ég var nú ekki rík á þessu brölti mínu. Nei, en hvernig módelsstörf voru þetta? Var þetta bara alls konar? Þetta var alls konar, sko. Þetta var náttúrulega svona tísku ljósmyndun sem að maður, þú veist, ég var bæði í tískusýningum og í að bara auglýsa fyrir fatafyrirtæki og svoleiðis. En svo var ég líka bara, já, í hinu og þessu, þú veist, í já, aðalega samt fatabransanum, sko. Var ekkert rosa mikið, þú veist, ég minna það alltaf verið líka auglýsingur og snyrtiraugur og eitthvað svoleiðis. Fílar þetta? Já, mér fannst þetta skemmtilegt af því að ég fekk að ferðast og kynnast fólki. Og ég kynntist fullt af góðu fólki líka og skemmtilegu fólki og ég lærði rosa mikið af þessu. Þú veist, auðvitað fannst mér þetta á tímum mjög erfitt og það var alltaf... En mamma var þarna komið með þér? Já, hún var með mér þarna tíma og hún sá, ég meina, ég hef alltaf verið mjög sjálfstæð og mjög ákveðin og sko, hún algjör feministi, þannig að hún var ekkert eitthvað rosa mikið að peppa mig að vera fyrirsæta, þú veist. Það var miklu frekar einhverja frænkur sem fannst þetta bara eitthvað rosa merkilegt. Mamma hefur alltaf svona, þú veist, dregið frekar úr því að henni finnst ekki útlit skipta máli, skilur við. Henni er alltaf þótt skipta meiri máli að vera góð manneskja og standa sig vel í því sem maður tekur sig fyrir hendur og þannig að, þú veist... Ég alveg sammála mömmuðinni. Já, ég í rauninni alveg sammála henni líka og þess vegna kannski tapaði ég mér heldur ekkert í þessu. Nei. Og ég var meira að segja það tilbaka með þetta. Ég fór svo í menntaskóla, kom bara heim, fyrst var ég bara 1 sumar úti, kom heim og fór í menntaskóla. Ég sagði engum í nýja skólanum úti, ég var bara nýbyrjuð í menntaskóla, ég væri fyrirsæta. Mér fannst það svona eins og, það fara allir bara eitthvað að horfa á mig öðruvísi, ég ætla bara að vera ein af þeim. Þannig að ég ræddi þetta aldrei neitt. En smitað aldrei heim, þannig að... Nei, ekki mikið. Veist hvernig Íslingar eru, einhver frægur í útlöndum, veist einhver í... Þannig þessar auglýsingar eða þessi myndir náðu aldrei hingað? Jú, eitthvað náði kannski, en það var ekki, af því að ég var kannski ekki og umboðskrifstofan mín var ekkert að hafa hátt það, þá, þú veist, ég meina, ég gerði voðalega lítið af verkefnum á Íslandi, það var þá aðalega tískusýningar, af því að maður fekk líka ekkert borgaðina, þú veist. Manni var búið að vera á forsíðun og nýju lífi og það var samt bara hvað, fyrir heiðurinn, þú veist. Þannig að ég svona, nei, veistu, ég þarf ekkert þessa athygli. Það ekkert mér í hag að vera að gera eitthvað frítt fyrir einhver athygli. Það með alla sem að gera eitthvað svona, þeir einhvern veginn ókritis. Já, einmitt. Listafólk þekkir þetta vel. Ég veit að listafólk þekkir þetta mjög vel, sko. Við eigum bara að fá að gera eitthvað bara til þess að fá heiðurinn af því en ég sá það ekki alveg. Og þá er það allt í lagi. Já, sumum finnst það náttúrulega bara, við erum öll misjöfn. En hvað tekur svo við? Menntaskóli? Já, ég var bara svona af og á í menntaskóla vegna þess að ég hélt áfram að starfa við þetta til ég var 18 ára. Þannig ég ferðaðist mikið og fór út reglulega og endaði á því að búa í London. Ok, út af því módelstörfum? Já, vann þar og bjó þar. Og þar fekk ég algjörlega nóg að þessu og kom heim. Og þá ertu orðin? 18 ára. Og þú bara flytur alveg farið heim? Já, ég flyt bara alveg farið heim og ákveði hætti þessum bransa. Hann sé bara ekki fallið. Og hefur það alveg staðið? Þú bara hætti? Já, ég bara hætti. Ég bara vildi ekki sjá að koma náttúrulega svo lengur. En þú lítið tilbaka, þegar nú erum við að röfti gegnum þessa leiðir. Hvað tilfinningu færðu? Var þetta þess virði allt saman? Já, það var þess virði út af því að allt sem maður gerir, jafnvel þó að sé kannski ekki beina leiðin eða það sem nú ætlaði maður lærir af því. Ég hef aldrei séð eftir því að hafa farið út og ég hef lent í ýmsu en ég hef ekkert, þú veist, það er ljótt að segja að það styrkir mann og til að stundum gera það ekki, en það hefur gert það, þú veist, og ég held að ég búi að því alltaf að hafa svona ung, þurft að sjá sjálfa mig og þurft að bara passa upp á eigið öryggi og standa með mér. Þannig að ég hef gert það síðan þá. En hvað tekur svo við á Íslandi? Já, það bara, þá fór ég náttúrulega aftur í menntaskóla að berjast við að klára þennan blessaða menntaskóla og
ég átti nú mjög mikið mitt af vinum sem voru listamenn og tónlistamenn og svona, þannig að það var svolítið mikið djamm, verði ég viðurkenna. Svona 18-20 ára. Já, vel og gert. mér fannst það mjög skemmtilegt, en ég var alltaf líka í skóla, alltaf líka að vinna, bara eins og krakkar eru á Íslandi, sko. bara Maður er máta alltaf að sig í gera, lífinu. já, en ég var mjög ung móðir. Ég var að vera 21 árs þegar ég átti eldri stráki minn, þannig að... En nú, sko, getum við aðeins rætt þetta? Já. 21 árs. Já. Til hamingju með strákinn. Takk. Hann bara aðeinslegt. En mín kynslóð var ekkert óalgengt að 16 ára. Já. Skilur við, þannig þegar ég heyri, mín kynslóð heyri 21 árs, þá ég þetta er fullorðin manneskja. Já. En við erum eitthvað búin að færa þessi mörk, barn versus fullorðin, þetta er svo langt svæði og loðið. Já. Hvar ertu í þessari þroskarhöð að verða fullorðin? Nákvæmlega. Já, í dag finnst manni 21 árs krakkar. Núna er sonur minn 23. Mér finnst alveg skrítið að hann væri pabbi, en hann á alveg vini hann á einn vin sem er pabbi. Já. Og þeim fannst það alveg svolítið sjokkerandi þegar hann eignaðist barn, sko. Alveg skemmtilegt, en þau voru alveg, þú ert svo ungur. Þannig að þetta er að breytast. Ég veit að foreldrar mínir giftu sig 19 ára held ég. Já. Þetta er dómirarnir og allt þetta. Nákvæmlega. En hvað tekur við? Bara móðir, samband? Já, ég reyndar endaði ein með hann, sko. Var í 3 ár með pappans, en hann fór frá okkur þegar strákurinn minn var nokkra mánaða. Okay. Þannig að hann var bara í óreglu og það var bara betra fyrir alla að hann skyldi ekki hafa hangið með okkur í óreglunni sinni. Nákvæmlega. Þannig að já, ég einmitt verða einstæð móðir og flyt bara heim til mömmu og hún hjálpa mér og klára þarna nám og eignast nýjan kærasta bara þegar strákurinn minn er 1 árs sem að kom honum í föðustað. Æðislegt. Og við flytjum sem sagt saman til Danmerkur þar sem ég fer í framhaldsnám og lærði sem sagt innkaupastjórn fyrir iðnaðinn. Okay. Þannig að það er bara sér skóli í Danmörku sem er bara, þú getur lært að vera fatahönnur, þú getur lært innkaupastjórn, þú getur lært markasetningu, þetta er bara svona textílbransinn, bjó til háskóla. Okay. Og ég fer út þangað þegar strákurinn minn er 2 ára og klára það og kem svo aftur heim. Já, takk. Og aftur heim? Aftur heim og þar tekum við bara að vinna, fyrst vann ég bara í verslun í 4 ár, bara kom mér upp þar og fór svo að vinna sem innkaupafulltrúi og endaði svo, ég var alveg í 13 ári í þessum bransa, að vinna fyrir bæði fatahönnu og fyrir stærri fatafyrirtæki og þegar ég hætti þá var ég sem sagt innkaupastjóri hjá 66 gráðu norður, þá var ég búin að vera í þessi 13 ár og einhvern veginn svona, ég hafði... Þú hefur verið svona tísku megin á því, sem þú varst táningur. Já. Svona í lífinu? Ég var það sko, og ég ætlaði sko að verða ljósmyndari. Ég tók þannig ég er fyrsti árgangur sem klára ljósmyndaskóla hjá henni Sissu, sem er núna ljósmyndaskóli Reykjavíkur. Sissu er æðisleg. Já, þannig að ég kláraði það og ætlaði að fara í Central St. Martins í þýskuljósmyndun. Það var svona draumur, en svo var ég ólétt og mér fannst einhvern veginn að það væri ekki nú praktískt starf sem móðir. Þannig að ég fór að læra eitthvað mjög praktískt í Danmörku í staðinn. Það var þetta innkaupastjórn sem ég lærði. Já, það var hugsið bak við það. Já, það var hugsið bak við það. En nú erum við komin inn í fullorðinsár. Já. Ég fletti gegnum Facebook síðuna þinnar. Þú ert með óbúslega marga hatta. Já. Þú ert formaður grænkera, þú getur vel að ég sé ekki að fara rétt með það, Grænkerafélags Íslands. Samtök grænkera. Samtök grænkera. Þú ert pírati sem sagt varst á lista hjá þeim. Varaþingkona. Já, og ég sá sko öll logo við myndirna þínar að því líkur sækir líkan heim, þess vegna fekk ég áhuga að hitta þig. Já. Að því þú varst alltaf í stend með flóttafólki og ekki hvalveiðar og þetta er áhugaður manneskja. Já. Við erum allt sameiginlegt. Hvernig ert þú eina á þessum upprunalegu manneskjum í Grænkera? Nei, það var stofnað 2013, Samtök Grænkera, hét þá Samtök Grænmetisæta
á Íslandi. Já, en því var breytt svo seinna. Ég sem sagt kem inn í þetta 2016 vegna þess að ég tók þátt í Veganúar 2016 og verð sem sagt vegan og bara í framhaldi af því, ég þekkti eina í stjórn samtakana og í framhaldi af því fór ég að starfa með þeim og bara árið eftir þá skipulagði ég Veganúar sem framkvæmdastjóri samtakana. Þau bara réðu mig í vinnu til þess og síðan þá hef ég gert það á hverju ári. Þannig ég 7 sinnum búin að skipuleggja Veganúar á Íslandi. Og fyrir ekki fram hjá neinum. Nei. Og svo skilst mér þetta sé að virka því að verslanir búa sig undir þetta og þannig eitthvað þetta smitað nú. Já, núna náttúrulega sko þegar ég var vegan þá var úrvalið náttúrulega bara hræðilegt. Það var skelfilegt. Það var skelfilegt sko, já. Og bara þú veist, en núna bara við náttúrulega Íslendingar taka eitthvað og taka það með trompi og núna náttúrulega bara frábært veganúrval í öllum verslunum og það líka bara gott að sjá að það rosalega, það náttúrulega búið að minnka sko mjólkurneysla fólks held í 30% síðustu 10 árum og það búið að auka sko auðvitað, mörg 100% sko plöntumjólk. Bara fólk farið að sjá að það betra fyrir umhverfið og fyrir það sjálft að vera frekar í þeim vörum sko. Fyrir utan að það náttúrulega unga fólkið aðalega að minnka kjötát og svoleiðis. En af hverju tókstu þetta skrif að verða vegan í upphafi? Hvað var grunnurinn bak við það hugs? Já, ég var grænmetisæta 12 ára og ég hef alltaf verið mjög mikil dýravinnur, alltaf átt dýr á mínu heimili og bara mamma mín mjög mikil dýravinn líka og alltaf leyft mér bara, við vorum svona heimilið sem öll gæludýr sem aðri gáðust upp á enduð á, eiginlega. Þannig að við vorum alltaf með fullt hús af einhvern dýrum og ég fann bara mjög mikla samkeppni með dýrum og hætti 12 ára að borða kjöt. Ég hélt áfram að borða fisk, þannig að það er náttúrulega ekki hægt að borða fisk á Íslandi. Hvernig var þetta tekið? Manstu þegar þú varst 12 ára og varst að presentera þetta í jólabóðum og svona? Já, það var bara fussa og sveigað yfir, sko. Þú veist, ég var líka bara einhvern veginn svo feimin á þeim tíma. Ég var ekkert að láta mikið á því bera. Kannski ekki að ég lýsa því yfir að ég borðaði ekki kjöt, heldur bara fór í meðlætið og át það, skilurðu. En þannig var engin fókus á það. Og kannski mitt amma og einhverja frænkur er svona, þú sjálfar ekki að fá því kjöt, þú veist, eitthvað svona. En það var hræðilegt úrval líka í búðum. Það var bara skelfilegt, sko, að vera grænmetisæta fyrir utan að ég kunni ekkert að elda og mamma kunni ekkert að elda grænmetismat. Þannig að ég held ég að bara lifa aðalega bara á einhverju pasta, bara soðnu spagetti með einhverjum tómatsósu og þú veist, þetta var náttúrulega bara mjög fátæklegt. Ég man eftir þessu að því ég var grænmetisæta í mörg herrans ár. Ég þorði ekki að taka skrefið að vera vegan að því bara, en ég man eftir á fyrstu árunum þegar maður var í endalausum einhverjum baunakassum sem voru allar eins á bragðið og voru allar á bragðið svolítið svo uppleistu pappakassi. Það svona fyrstu árin mín í þessu þegar fólk var að elda sig grænmetismat. Já, einmitt. Það var eins og óæðlandi og gerðist. Já. En svo fór að koma svona gerfi. Já, það er alls konar. Sisken og like meat og allt þetta fór að gerast. Já. Það var þetta léttara. Já, það var léttara, sko. Þannig að fólk rekur ekkert sérstaklega augun í það. Nei. Ég bóði fólki að borða hér hamborgara og enginn sagt orð. Nei, það var allt vegan á borðinu, sko. Já. Fólk tekur alltaf eftir í lengur, sko. Það er bara orðið svo, það er svo margt til í mitt sem að líkist kjöti svo mikið. En þú veist, það er svo fyndið, sko, fólk hélt að maður borðaði hnetusteik í öll mál og það var í rauninni þannig, út af því að á öllum veitingastöðum þá var bara hnetusteik sem var fyrir grænmetisætur og á þegar maður fór á árshátíðir og eitthvað, það var bara hnetusteik og hnetusteik. Ég get alltaf borðað hnetusteik í dag út af þessu. Það eru ekkert slæmar, en ég bara get það ekki. Þú veist, ég er búin að fá svo mikið. Búin að fá minn lífstíðarskammta og meira til að hnetusteik, sko. Ég þekki það. Maður drekkt þessu bara í sósunni sem fylgdi þessu. Alveg... Svo var ég brjál. Svo fekk maður oft ekki sósun. Það var bara hnetusteikin og grænmeti og maður var bara, býta á ég að borða. Það er ekkert að til að aðeins svona gera þetta bærilegra. En fékkstu þessi skilaboð að vera skrýtnakonan með tiktúrurnar? Ég veit það ekki, örugglega á bak við mig, þú veist,
En þú ert ekkert blönd með þetta, þú ert ekki kallað frávit á Facebook og svona? Jú, ég meina ég hef verið kallað öllum nöfnum á Facebook. En Já, en það? Já. Það hefur orðið það slæmt að ég hef bara hætt að lesa kommentakerfin, sko. Út af mataræðis Já, fyrst út af mataræðinu, það hefur minnkað. En svo náttúrulega dirfist ég að segja eitthvað þegar ráðist á konur, eins og Eddu Falak málið sem kom upp í Vestmannaeyjum, eins og þegar Ingu Veðurguð var ráðin á einhverja tónleika og ég dirfist að segja eitthvað að það sé gerinda meðvirkni eða að það verða að standa með konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Núna er það, sko, aðalmálið sem að maður... Þannig það er hjólað í þig? Það er hjólað í mig, sko. Og þetta verður stundum það slæmt að, þú veist, ég bara með vin minn sem er lögfræðingur, hann les yfir til þess að hvort það sé einhver alvarlegar hótanir. Hvort það sé actually eitthvað að einhver ætli bara koma heim til mín og gera mér eitthvað. En það hefur ekki verið neitt ennþá sem ég þarf að kæra, þú veist, en það er svona í aðrinum, hvað fólk, eða menn aðalega, leyfi sér að segja á netinu. Það gerir sér ekki grein fyrir því kannski að það sé að segja þetta, þú veist, fyrir augum allra og get ekki tekið það tilbaka eða segja á netinu. Það leyfi sér bara að segja hvað sem að er rosa leiðilegt. Tekur þetta inn í sállífið, nærðað, blokkir þetta? Nei, ég tek þetta ekki persónulega. Ég er löngu komið einhvern skráp fyrir þessu. Mér finnst þetta bara leiðilegt, eiginlega. En nei, ég tek þetta ekki inn á mig. Ég gerði það þegar ég var svona að byrja að tjá mig. Þá gæti ég orðið rosa sár að fólk verið að segja ykkur að ljóta hlutum ég sem væri bara góð og væri að gera eitthvað gott fyrir heiminn, þú veist. Nákvæmlega. En svo einhvern veginn, skilur fólk get ekki að betra fyrir alla, borða ekki dýr og vera góður og þú veist. Og já, nei, ég held líka bara eftir því sem ég hef upplifað sko að eiga kunningjavinkonur eins og Semu Erlu og Eddu Falak og fleiri sem eru ekki bara konur í baráttu heldur líka veljendum uppruna og brúnar, hvað þær þurfa að þola og hvaða viðbjóð er skrifað þær, að mér finnst það sem er sagt við mig bara titlingaskítur miðað við það og ég leyfi mér kannski þá að taka svolítið baráttuna á slæginn vegna þess að ég fæ ekki jafn slæmar hótanir vegna þess að ég er ljósæð og bláeygð íslensk kona og það er ekki hótað að koma heim til mín og kveikja í eða nauðga mér eða eitthvað, skilurðu, eins og þær fá. Ég vinu Semu á Facebook og nefnilega og ég bara, veist, hvað er þetta? Erum við bara að tala hrætt fólk, hrætta gaura, en mér konur líka að vera bölvaði strigakjaftar, gagnvart útlendingum og innflytjendum, mér finnst þetta að vera svolítið frá... Það er náttúrulega, ef að við leyfum, bæði stjórnmálamönnum og fjölmiðlum að tala niðrandi útlendinga, að tala niðrandi konur og hvað þá að tala niðrandi konur af erlendum uppruna. Ef við leyfum þessari orðræðu að vera, jafnvel inn á þingi, jafnvel í viðtölum í fjölmiðlum og í einmitt hlaðvörpum sem eru frá misjöfnu fólki sem ná einhver svona vinsældum, ef við leyfum þessari orðræðu að grassera, þá mun hún bara vera verri og til að það er alltaf hópur fólks sem að vill svona, þú veist, flest samkvæmt rannsóknum, þá eru svona 65% fólks svona sem er fylgjandi því sem er svona normið í samfélaginu. Svona common sense fyrir lífinu og tilverunni. En það er hættulegt þegar eitthvað svona niðrandi orðræða, fordómur annað, verður eitthvað norm. En þess að þá ert að hafa áhrif inn í þennan 65% af venjulegu fólki. Það sem að er, í staðin fyrir að það sé kannski til dæmis sem að rannsóknir sína. Nú er ég í stjórnmálafræði í háskólum, þannig ég ætla að lesa einhverja rannsóknir. 20% fólks er bara þannig gert að það vill alltaf vera á móti norminu. Þannig að ef við eigum að sýna manngæsku og viðurkenna að allir megi vera eins og þeir eru og elska hvert sem þau vilja, þá mun alltaf vera 20% fólk sem er á móti því. Þú veist, og mun segja nei, það verða að vera reglur í þessu samfélag og þetta á ekki að vera svona og þetta er rangt.
En þau geta smitað inn í þetta mengi af venjulegu fólki. Og það gerist ef við leyfum þessari orðræðu að vera óáreitt. Eins og til dæmis í Vestmannaeyjum. Ef við leyfum því að gerast að það sé einhver þarna hátíð þar sem sett einhver gríla og á hana sé skrifað þetta flagg. Ef okkur finnst var það gert? Það var gert. Þetta alveg að ræða mér. Já, það var í fyrra eða eitthvað. Það einhver svona hátíð í Vestmannaeyjum, nú man ég ekki hvað hún heitir. Það heita þjóðhátíð? Nei, hvort þetta sé á 13. Það 13. brenna. Og það einhver svona gríla og þetta í rauninni eins og nornabrenna bara. Þú veist. Og svo þessi gríla hafði víst áður verið fyrrum bæjarstjóri eða lögreglustjóri Vestmannaeyja sem að köllunum þar fannst einhver herfa eða eitthvað og hafði sett hennanafn á en svo allt í datt inn í hug. Nei, ég ekki að grínast og þetta var gert og þetta bara allt bæjarfélagi að labba þarna í einhverju skrúðgöngu með einhverju grílu sem ástendur þetta flagg. Þú veist, þetta náttúrulega, ef við leyfum svona að vera óáreitt, ef að bara lítil bæjarfélagi út á landi ætla að hafa þessi svona, eða bara við, öll sem, nú erum við búin að taka ómörg dæmi eftir flótnu falag, afsakið eftir mín, ef þú ert að horfa, en þú veist, bara dæmi sem liggur beint við, en þess að hún búin að fá ofboðslega mikla gagnrýni og árásir á sig. Já, og þekkt nafn. Þannig að það er auðvitað að taka hann sem dæmi. Við megum bara ekki leyfa þessar orðræðu að lifa. Við verðum að segja eitthvað. Hvernig mætum við henni? Bara með nota að hugsa þetta, sko, ég kallaði fáviti og alls konar fyrir alls konar skoðanir, því svona, mér finnst ég alltaf að vera að vinna með réttlætinu, þessa dýrin og náttúruna og loftslagið og ég fæ svona hraunir í alveg reglulega. Ég er með 4.000 eitthvað vini, en mér langar ekki sko að gera þeim það að henda þeim út. Nei. En ég set að nota hjartað of mikið. Ég set svona hjartað, ég veit að kemur með samviskuna. Já. Og þá stoppar umræðan. Já. En hvað er þetta? Ég meina, höfum við ekki þroskað sem tegund í gegnum árþúsundin, en það er bara tækningum sem breytist og við erum alltaf sömu plebbarnir, mannfólkið. Já, ég held ég vera of svartsýn. Auðvitað höfum við þroskast heilmikið. Já. Ég veit ekki hvort við þroskast mikið sem tegund, en við höfum bara sett okkur reglur í samfélaginu hvað er siðferðilega rétt og hvað ekki. Og við erum vonandi að hækka siðferðislegan standard hægt og bítandi í samfélaginu, en það gerist kannski ekki droslega hratt. Það gerist mjög hægt. Það gerist hægt og sérstaklega þegar maður í sér baráttu þá þykir manni það gerist hægt, en svo koma líka bakslög. Ég held að við höfum til dæmis bara fyrir nokkrum árum verum við mikið betra þol gagnvart útlendingum heldur en virðist vera núna á Íslandi. Og ég vil svolítið, þú veist, og við náttúrulega erum bara svo pínu lítið líka. Við tökum þegar slæm umræða annars staðar í heiminum. Ég meina Donald Trump, hann bara, þú veist, hans skoðanir höfðu áhrif til okkar. Hans orðræða gagnvart konum og gagnvart útlendingum var bara svo hryllileg að ef einhver sá svona eitthvað smá í því bara já, nú má ég líka láta uppi mínar hræðilegu skoðanir og þá fór fólk einhvern veginn að grípa það, hann gaf þessu fólki plattform til þess að koma fram með sínu skoðanir. Ég held í rauninni ekki að það séu fleiri með slæmar skoðanir í dag, heldur að þeir þora að láta þeir að vita hvað eru með slæmar skoðanir, eða þú veist, hvað þeir eru með mikla fordóma fyrir fólki, eða þú veist, eða þá að þeim finnst þau fyrir að vara okkur hinn við því hvað getur gerst. En við sjáum þetta í öllum málum og ég alltaf jafn hissa, mér finnst þetta alltaf hljóma svolítið eins og flatt örþers. Nú sko COVID-sprauturnar springa svona upp umræður hana, þú veist, Trumpisma, mér fannst hvalamálið á einu stað svolítið líkjast öllum þessum málum. Ég alveg sko einart á móti hvalldrápi og bara dýradrápi bara overall. En þá gerðist þetta sama. Falag. Skilur, minnst alltaf sami hlutur vera að gerast. Það bara, hvað er sourceið? Er það hvalur, kona? Nei, skilur, hvað er að segja? Já. Hvernig upplifir þú þetta? Jú, ég upplifi þetta örugglega svipað og þú gerir.
ég verð samt svo rosalega bara sorgmætt yfir því, sko. Ég deili með þér. Ég bara, þú veist, ég verð svo fyrir vonbrigði með fólk. Og ég bara, í alvöru, þú veist, mér þykir alveg vænt fólk líka. Ég er ekki bara að elska dýrin, sko, og náttúruna, en mér þykir vænt fólk. Og ég verð fyrir svo miklu vonbrigðum þegar ég uppgöta að það sé bara með eitthvað hatur, þú veist, og þessi svo tilgangslegt hatur. Það er oftast bara hatur gagnvart einhverju sem er aldrei gert í neitt, sem að jafnvel hefur haft góð áhrif á samfélagið og líf þitt þar að auki, að einhver skuli geta valið sér að vera með einhvers konar hatur gagnvart öðrum. Og sérstaklega þá ef við erum að tala fólk í neyð, þá finnst mér sko alls svo orðræða sem hefur orðið eftir að útlendinga frumvarpið var samþykkt á þingi, þú veist, og þessu fólki var bara hent út á götu sem er búið að fá synjun. Þá er allt í einu orðræðan hjá þeim sem voru fylgjandi því að þetta fólk sé í raunin ekki í neinni neyð. Þú veist, og maður svona býtu, hver ert þú? Hérna, einhver hvítur Íslendingur fæddur með silfurskeið í munni að segja að manneska sem að flúði á einhverjum bát, sko, labbaði fyrst kannski yfir Eyðimörk að Miðjarðarhafinu til að flýja á báti yfir til Ítalíu eða Grikklands, lenti þar í flóttamannabúðum og einhvern veginn kom sér upp alla Evrópu til Íslands, heldur í alvöru að manneska myndi leggja á sig þessa ferð til þess að lifa hérna á fél á Íslandi. Þú veist, þetta hljómar svo. Þetta er svo fáránlegt. Já, þetta hljómar. Og mér finnst fólk svo illa innrætt að láta sér þetta í hug. En er þetta ekki bara outlet fyrir reiði? Við erum stressuð og reið og pirruð og svo finnum við eitthvað svona og við setjum bara og látum vaða á það. Jú, við hefum leyft okkur líka kannski að tala. Ég meina, við leyfum okkur bara að segja rosalega ljóta hluti í rauninni. Þú veist, orðræðan og hérna, það við þurfum alltaf að vera í svo miklu slag yfir öllu. Þú veist, það er svo lítið svona málefnaleg umræða og það er svo lítil samvinna. Mér er samvinnan í samfélaginu vantar svo ofboðslega. Og það er það sem ég sé til dæmis á því litla sem að ég hef verið inn á þingi, hvað mér finnst sjokkerandi hvað minni hlutin og meiri hlutin geti bara aldrei komið sér saman nokkuð skapaðan hlut. Að ef það kemur frumvarp frá minni hlutanum, þá er meiri hlutin bara búin að ákveða fyrirfram að ekki styðja það. Það má ekki styðja neitt sem kemur frá minni hlutanum, en þess að ef það er góð hugmynd, þá styðja þau ekki og taka þessu upp sjálf á næsta ári. Þegar þau geta lagt það fram til þess að þau geti, veist, og þetta er bara svo mikil egoismi og þetta lengir ferlið að öllu að svo miklu leyti. Veist, það er bara eitthvað fólk að bíða eftir að þessi lög verða veruleika og betrumbætur í samfélaginu og fólk leyfi sér egosins vegna að segja nei, ég ætla ekki að styðja þetta vegna þess að ég ætla bara að hafa nafni mitt og ég ætla að leggja þetta fram á næsta þingi. Jafnvel þó þessi góð hugmynd. Mér finnst að við ættum bara öll að taka góðar hugmyndir sama hvaðan þær koma og styðja þær. Þetta snýst svo mikið eins og þú nefndir áðan, þetta snýst svo mikið egoið. Já. Þú veist, þetta er mig. Já. Þetta er þáttur minn, hann er mig. Já, þetta er ég. Já. Tölum áfram mig. Veist, það er svolítið þetta. Já. En þú varst þarna inni og þú sást þetta bara head on. Já, mér finnst þetta alveg sturlað umhverju. Ég reyndar hafi verið vara. Þetta er sturlað í alvöru. Þetta er sturlað umhverju. Þetta er algjört kaos. Fólk bara rífst og skammast inn í hringsal og svo fer það bara að fæ sér kaffi saman og borða hádegismat saman og það er voða skrítið. Er þetta bara leikrit? Þetta er ekki bara leikrit, en þetta er samt miklu meira leikrit heldur en ég áttaði mig á. Já, ég hafði líka verið varaborgarfulltrúi og séð hvernig þetta er í borginni. Ég var reyndar á mjög slæmum tíma varaborgarfulltrúi, þannig að það var ekki gott. Það var þegar öll þessi eineltismál kom upp og þetta, með Vigdísi Hauks og þetta. En þú veist, ég skil alveg að gott fólk fari ekki í stjórnmál. Vegna þess að þetta er ekki umhverfi sem að gott og heiðarlegt fólk þolir til lengdar. Nei, ekki nema mynda mikinn skráp. Nei, kona mín var nokkra daginn á þingi. Já. Og svona hljómar svolítið eins og hún svona. Og því spyrir hvort hún myndi gera þetta sko
Valtíð. Nei. Ég veist. En ég trúi því að sko í grunninn sé allt fólk gott. Já. Við fæðumst þannig. Svo kemur félagslegi arfurinn. Já. Við lærum rasisma. Þú tekur ekkert upp sem barn að vera á móti einhverju fólki frá bakvið einhverju önnur landamæri, þetta er svo asnan. Við lærum þetta. Já. Og við kennum hvort öðru þetta. Og ef ég er reiður og betri kallinn, þá fer ég auðvitað í félagskap með reið og betra lið. Já. Ég lapp ekki inn í jókafélag Íslands, skilur, og verð bara laus við ego og elskar alla. Elskar alla. Ég vil geta sagt sko hrauna eins og ég vil. Já. Þannig að líkur sækir líkan heim. En mér finnst mjög athyglisvert að ég hef haldið fyrir kenningu á lofti í umræðunni að automatist, ef þú ert með 7 manna húsfélag, það var alltaf 2 á móti, alveg sama hver hugmyndin er. Að þinn hefur rétt á að segja nei. Já. Og þannig hef ég upplifað Alþingi svolítið að því við erum í meirihluta og þarf ég ekki að hlusta á þetta. Já. Alveg saman hver hugmyndin er. Já. Já, það getur verið rétt hjá þér. Það er allavega einhver rosaleg tregða bara til þess að vinna saman. Og svona kúltúr á að þurfa að vera allt stál í stál. Svona, og ég veit, auðvitað er samt fólk að vinna saman á bakvið tjöldin. Það eru allar þessar nefndir á þingi. Og plotta bakvið tjöldin. Það er líka plotta bakvið tjöldin. En þú veist, það er líka þessar nefndir þar sem að fólk nær kannski betur, þá fer það betur yfir mál saman, ræðir það betur og ég veit að þau komast ofta að sameiginlegum niðurstöðum, skilur, það er kannski einhver bókun á móti eða annað. En það er ekki, já, þess vegna kannski er þetta meira leikrit inn í þingsal. En svo er líka nefndin notaði til að svæfa stjórnarskrámálið okkar og heldur betur þannig, sko, hvað eru konar margar nefndir bakvið nýju stjórnarskrápælingunum? Já, allavega mjög margar og búið að fara, sko, já, þetta er búið að fara 3 í gegnum þingið en aldrei alla leið. Vegna þess að í rauninni eina sem að þingið þarf að gera eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna er að staðfesta stjórnarskrána. Og þetta er náttúrulega bara aðfjóra lýðræðinu. Hver er þitt take á þessa nýju stjórnarskrá? Hvar ertu? Mér fannst, sko, nýja stjórnarskráin er örugglega það sem að fékk mig til að fara í stjórnmál. Okay. Ég var svo hrifin af þessari hugmynd að halda þjóðfundinn. Mér fannst það bara frábært að fá 1000 manns alls þar á landinu til að koma saman og ákveða hver er okkar gildi, hvað viljum við setja í okkar stjórnarskrá, hverju viljum við að lifa eftir. Ég var bara mjög hrifin af þessari hugsun þetta þátttöku lýðræði. En hrifnar auðvitað að þetta færi svo í þjóðaratkvæðagreiðslu í beint lýðræði sem hefur bara nánast aldrei gerst á Íslandi. Það er mjög fátt sem við höfum í sögunni tekið fyrir í beinni kosningu á Íslandi. Þannig að ég held, sko, ég náttúrulega tók þátt í búsáhaldabyltingunni og var ein af þeim sem að vildi knýja á breytingar í samfélaginu. En það var samt þarna þegar að stjórnarskráin var skrifin nýja sem að ég fekk áhuga á að vera í stjórnmálum. En þess að þetta er alvöru lýðræði. Það er svona lýðræði sem að ég vil standa fyrir og svona lýðræði sem ég vil stunda og ég held að ég hefi náð að gera í mínum störfum mikið nema þegar að mér hefur sett stóllið fyrir dyrnar, kannski, þú veist, Valdirðu Píratana strax í upphafi? Fórstu með þeim? Sko, nei, ég fór fyrst, það var enda bara út í að vinkona mín var að lista hjá Dögun, veit ég hvort það munir eftir Dögun, það var svona, það var svona eftirmáli af borgarhreyfingunni, ekki? Jú, það var svona angi af því og ég mitt svona mjög lýðræðislega þenkjandi og mikið, ég hef náttúrulega alltaf verið mikil náttúruverndarsinni og það var mjög mikilvægt, þannig að ég fór fyrst bara á einhvern lista, bara í 16. sæti held ég, af því að vinkona mín var í öðru sæti, en þau náðu ekki inn þingmanni í Dögun, en svo var það ekki fyrir sko Halldóra Mogensen er vinkona mín, við varum saman með sér í skóla þegar við vorum í 10. bekk og kynntist hann. Mér finnst hún rosa flott. Hún er rosa flott, sko. Að fyrir, sem sagt, sveitarstjórnarkosninga 2018, þá svona var ég farin að vera meiri aktivisti. Þá var ég búin að svona láta til mig, ég var náttúrulega í samtökum Grænkir, en ég var líka með eigið viðburðafyrirtæki
og var líka búin að vera að skipuleggja sér tónleika til styrta flóttamönnum og alls konar svoleiðis, þannig að ég var byrjuð að vera svona aktivisti og hún spyr mig hvort ég hafi eitthvað hugsa að fara í stjórnmál og þá var ég ekkert eitthvað svona alveg á þeim buxunum og því mér fannst bara að ég þyrfti að vera þetta aðhald við stjórnmálamenn, að vera frekar í aktivismanum, vera frekar í hagsmunasamtökum og láta rödd mín að heyrast þannig. En ég ákveð samt bara að kíkja aðeins með henni á Pírata og endaði í því að það er mjög skemmtilegt fyrir, þú veist, kosningar hjá Píratum að þau fari yfir alla stefnur sínar aftur og jafnvel semja nýja stefnur. Og það er einmitt í svona lýðræðislegu ferli. Það mega allir sem eru félagsmenn í Píratum mæta á tiltekinn fund og láta til sín taka í stefnumótunar vinnunni. Þannig að ég var bara allt í einu komin og fullt í það. Þannig að ég hafði svo mikið hugmyndum hvernig mætti betrumbæta stefnur og hvað þyrfti að koma á framfæri. Þannig að ég var bara þarna í essinu mínu að í einhverju stefnumótunar vinnu með Píratum og endaði með því að bjóða mig fram og var þarna varaborgarfulltrúi eitthvað, ég var í 5. sæti þannig að það var bara eitthvað en ég samt komst aðeins inn hérna en svo fórstu með þeim í alþingiskosningar? Já, fór ég alþingiskosningarnar 21 já sem varamaður þá? Ég var á 4. sæti í Reykjavík Norður þannig að já, þau komust inn sem sagt í 1. sæti Halldór Mogensen og 2. sæti Andrés Ingi svo var Lenja Rún í 3. og svo ég. Já, en þú ferð inn í forföllum einhverja? Já, ég fer inn ef að hérna Lenja er náttúrulega fyrsti varamaður þannig hún fer oftast inn en svo ef hún er ekki eða þau eru bæði farin einhvert Halldór og Andrés Ingi þá kemst ég inn. Ertu að fíla þetta? Langar að halda áfram með þetta? Já, ég er það, þú veist. Ertu orðin pólitíkus? Ég veit það ekki, hvenær er maður orðin pólitíkus? Ég er svo mikill aktivisti. Já. Að ég sko en ég þegar ég fór að vera í pólitíkinni, þá sá ég að ég gæti kannski haft meiri áhrif með því. Haft meiri áhrif fyrst innan borgarinnar og haft núna meiri áhrif innan Alþingis vonandi, ég minna Píratar eru í minni hluta og hafa kannski ekkert ofboðslega mikil áhrif en við höldum samt vissri orðræðu alltaf uppi. Þetta er mjög mikilvægt. Þetta er aðhald við stjórnvöld og þetta er temprun og það er mikilvægt líka. Myndirðu vilja sjá það að fara í ríkisstjórn, Pírata? Já, alveg hygglust. Og aðalega til þess að einmitt að uppræta gamlar hefðir og kerfi sem er ekki að hagnast okkur í dag sem að eru úreltar leiðir til þess að vinna stjórnmál. Ég vil bara breyta þessu þannig að þetta verði meira þátttökulýðræði. Ég vill auðvitað að við komum okkur saman í nýju stjórnarskrá. Það er algjörlega fráleit hugmynd að vera með stjórnarskrá frá 1849 sem að danskur kóngur skrifaði með ráðgjöfum sínum. Og þú veist, jú, við höfum gert einhverja smávægilegar breytingar á henni en það átti alltaf að fara í þessa vinnu og þess vegna er svo sorglegt að stjórnvöld hafa ekki tekið þessa frábæru vinnu þannig að fyrir 11 árum og komið þessari sem að mér finnst bara frábær stjórnarskrá á. Mér finnst hún mjög flott og ég samlesaði það báðar og alveg grúskaði þessu fyrir mig. Já. Að núverandi stjórnarskrá gefur raunverulega forseta alræðisvald að við fáum eitthvað Trumpin á Bessastaði þá getur hann beitt stjórnarskráni þannig bara hann er einræðisherra. Það er stjórnarskráni sem við erum með núna, gamla kongs. Já. Hann hefur fullt vald, getur bara rekið ráðherra. Það er alls ekki nær temprun í henni, sko. Með svo einhverju viðaukar, þetta voru eins og jólatré, einhverju viðaukar með hann, sko. Já. En ég er mjög hrifin af nýju stjórn af því hún er svo afdráttarlaus. En lögmenn vilja ekki nýju stjórnarskrána. Ég held að besti vin minn lögmaður snýst það að stjórnarskrána hún er svo loðin og tegin, hún er svo huglæg. Hvað er við hæfi í þessu tilfelli? Þú átti rétt á námi við hæfi, þá er hæfi orðið huglægt. Ég og háttvirtur tæknimaður telja það að vera við hæfi að kennsla fari fram í tjöldum. Já, einmitt. Já.
En það kannski einmitt af því að lögfræðingar þurfa að sjá þetta svolítið kassalaga. En svo náttúrulega margir lögfræðingar sem að berjast fyrir þessari stjórnarskrá og þú veist, prófessor í stjórnlaga, nú man ekki hvað hann heitir, Þorvaldur, Þorvaldur Gylfa og fleiri, ég meina, og Kata Odds og þú veist, þetta náttúrulega bara lögmenn sem eru í þessu að berjast fyrir þessari blessuðu stjórnarskrá. Auðvitað má alveg eitthvað breyta einhverju orðalagi meðan að innihaldið það sama. Ég held að hafa enginn sagt að það megi ekki í þessu ferli öllu. Enda þetta búið að fara fyrir, eins og sagði, bara fullt af einhverju nefndum og þar fyrir þetta allt í orðatorf og eitthvað bull, hvort að ég segi þetta svona hinsinn. En mér finnst grunnurinn á þessar nýju stjórnum mjög flottur og afdráttarlaus. Að geta að lifa með reisn. Reisn alltaf jákvætt orð og upstanding orð. Það ekki þetta að túlka það. Ef þú ert á götunni þá engin reisn í því. Nei, skilur hvað fara. Og líka bara ákvæðum náttúruvernd og auðlindina. Auðvitað ekki búið að setja það í gagni þegar að, þú veist, þeir sem í ríkisstjórn eru bara varðveita sína auðlind sem að þeir gáfu hvor öðrum. Auðvitað vilja sjálfstæðismenn ekki þessa nýju stjórnarskrá. Vil ekki sjá hana og þeir munu alltaf vera á mótinni. En þetta auðlindin okkar. Þetta ekki auðlind kvótakónganna. Nei, og þeir halda okkur í gíslingu, sko. Ég held að við séum bara svona þjökuð af Stockholm-syndrómi Íslendinga gagnvart þessu auðvaldi. En nú fréttist af, sko, norskum froskmönnum í öllum ám landsins. Hefur eitthvað heyrt af því? Já, ég hef aðeins frétt af því. Þetta náttúrulega bara eins og einhver brandar. Ég alltaf bara þegar svona kemur upp. Það bara, ok, áramótaskaupið, það skrifir sig sjálft. Alveg bara, þetta náttúrulega sturlað. Sko, þessi mörg 100.000 eða 20.000 laxar sem sluppu út. Allavega fleiri þúsundir laxar. Það eru fleiri þúsund laxar og þeir hafa fundist í 400 kilometra fjarlægð frá Kvinni og það einhverju 2 norðmenn að kafa í einhverju á að grípa laxar. Þetta náttúrulega bara brandari. Og sko, ég hélt þetta væri grín þegar forstjórinn kom í viðtal og alveg miður sín yfir þessu öllu saman. Þetta svo mikil sýndamennska. Þetta bara fríða búbluna, sko. Ég veit það. Þetta náttúrulega bara, nei, þú veist, þetta eitthvað, og þarna sjáum við líka hvernig kerfið okkar ekki að virka eins og skyldi. Hverjum dettur í hug að setja í fyrsta lagi allt þetta sjókvíaeldi í alla þessa firði og auðvitað búið að selja öllum heimamönnum sem í brothættum byggðum að þetta sé lausnin og öllum þeirra vanda. Í fyrsta lagi að setja þetta þarna, vitandi að það búið að banna þetta í Noregi, það búið að banna þetta í Kanada og Skotlandi. Það gerir þetta samt á Íslandi í opinni kví og að þeir sem að gera þetta þurfa ekki einu svona að borga fyrir þetta. Það ekki einu sinni eitthvað gjald fyrir umhverfið, ekki einu sinni gjald fyrir að þú veist það sé þetta hreinsa hafið eða það ekki neitt. Þú bara mátt bara gjöra svo vel leyfi og það ekki að greiða fyrir að fá menga sjóinn og eyðileggja vistkerfi í firðinum. Þetta gali. Og þegar að svona gerist þá skammast í mín bara þá orðið þessi molbúar aftur. Það eru komin í torfbæinn. Það eru komin í torfbæinn, þú veist. Eins og Bubbi sagði í viðtali við okkur daginn þegar vorum að gera þannig fyrir hvalamótmæli vídeóin. Hvað sagði hann? Hann bara torfbær í jakkafötum. Hann var að tala Kristján Loftsson. Hann torfbær í jakkafötum. Þannig við stundum. Þetta eru bara á þingi, bara okkar æðsta ríkisstjórn. Það eru torfbær í jakkafötum. Það láta sér dett í hug að gera þetta. Það eyðileggja okkar sameiginlegu auðlind á þennan hátt. En mér finnst það líka svo hjákátlegt að heyra í ráðamönnum þjóðarinnar endalaust velja sér land til að miða okkur við. Já. Veist, verðbólga hér á landi ekki verri en svo þarf að finna landið það sem herri, sko, eins og land sem við miðum okkur við. En við setjum niður laxeldi í alla firði landsins, eða marga, og þá erum við ekki að miða okkur við neitt land sem búin að stúta fjörðunum sín. Nei. Og þá erum við ekki lengur að miða okkur við neitt land.
En þá bara fór þetta allt í gegn. Já. En hvað þitt take á þetta laxeldisdæmi? Hvernig myndirðu vilja loka því eða lifa því að lifa eða hvernig? Mér finnst bara ofboðslega sorglegt hvað það níðist á fólki á landsbyggðinni því gefið einhverja svona fáránlegar skyndilausnir eins og fiskeldi sem á bjarga öllu og það þvílík uppbygging eins og maður sér á Tálknafirði að vera að byggja þetta risastóra fiskasláturhús og auðvitað erfitt að segja ég á móti þessu og ég vil banna þetta en auðvitað ég það, ég umhverfisinni og þetta algjörlega galið að þetta hafi verið í fyrsta lagi. Út frá dýraverðarsjónarmiðum líka, alveg galið. Út frá dýraverðarsjónarmiðum, það er laxalús að éta fiskinn lifandi. Þetta eru hræðilegar aðstæður sem fiskurinn lifir við og þetta skíturinn frá þessu drepur sjáarbotninn þannig að litlu dýrin þar, skelfiskurinn og allir fiskarnir sem að borða þar hann ekki að fá að borða þannig að nú þorskurinn ekki að fara inn í firðina út af þessu vegna þess að við erum að eyðileggja sjáarbotninn af þessu. Þetta á allan máta rangt og ég vil ekki sjá fiskeldi. En ef það fært upp á landi eins og í Vestmannaeyjum? Er það málamiðlun sem að einhverjir? Sko, nei, mér finnst út frá dýravelferðarsjónarmiðum bara algjörlega óafsakanlegt að setja dýr í svona slæmskilyrði. Það sem að þarf að gera, já, það sem þarf líka að gera, þó þetta sé fært upp á land, þá ertu samt að gefa þessum fiskum sýklalyf, vegna þess að í öllu þauleldi, það sem eru dýr, það sem að dýr í ónáttúrulegum aðstæðum, þetta eru ónáttúrulega aðstæður. Grísir í grísarækt og kjúklingur og hænur og laxinn í laxeldi lifa við algjörlega ónáttúrulegar aðstæður og í þeim aðstæðum þá þarftu að gefa þeim sýklalyf til þess að þau drepist ekki, til þess að halda þeim lifandi nógu lengi til að geta slátrað þeim og étið þau. Og það líka okkar helsta ógn heimsins í dag sýklalyfja ónæmi. Já. Þannig að það stökkbreytast bakteríur í þessum dýrum sem verið að ala í þessu þauleldi sem að verða af fuglaflensunni, svínaflensunni sem að drepa okkur, bæði heimsbyggðina, bæði fólk og dýr og við erum bara að sjá að þetta óeðlilegt. Það ekkert eðlilegt við þetta. Við þurfum ekki að rækta fisk upp á landi, við þurfum ekki að rækta fisk í sjó. Það fiskur í sjónum, villtur. Og þó að ég borði hann ekki, þá það skárra að nýta sér þá auðlind heldur en að vera rækta dýr í þauleldi. Það bara óafsakanlegt með öllu. Ég alveg samanlegur, ég las einhvers staðar að barnshafandi konum var ráðlegt að sneiða hjá eldislaxi af jarjari. Já. En ég þarf nú ekki að spyrja þitt take á þetta hvaladót orðræðan polariserast alltaf í eskjulerast í einhverja tóma steypu og því ég stóð með því að vera að lesa viðtal til viðtal hvað áttu bátt starfsmennir sem fengu ekki í vinnu á sama tíma að vera reka 30-40 manns á Vestfjörðum sem enginn spáði neitt sérstaklega í en hvalveiðigaurarnir sem voru að vinna bara í nokkra mánuði bara eina vertíð. Það var svona, ég misti trú á mannkyninu, ég leið mig svolítið eins og þér sér, hvað að okkur? Já. En fyrir utan það að hvalkjöt bara neitrað. Það bara ráðlegur dagsskammtur af merkjúri því að þeir eru efst í keðjunni og í Japan þeir alltaf að hækka viðmunamörk til að geta selt hnísurnar og þetta inn í skólamötunetin. Já, það náttúrulega sturlað sko. Gefa börnum merkjúri, það bara stórhættulegt. Stórhættulegt og fer aldrei úr líkamann. Nei. Og svo náttúrulega líka hitt að við erum farin að ganga svo á náttúruna að náttúrunum farin að svara fyrir sig eins og COVID. Og það fullt að ég var að lesa grein í einhver erlendu blaði þar sem að það bakteríur sem býð okkar í villtu lífi sem villt líf hefur lifað með í árþúsundir og truflar ekki það en það kæmi í okkur og við göngum alltaf lengur í náttúruna og það er bara spurningu tíma hvernig næsta holskefla einhverju bakteríu kemur. Já. Og þá byrjar allt þetta upp á nýtt.
finna bóluefni, Já, þetta mun bara verða, þetta bara hringrás sem að við erum búin að, þetta sjálfskapa víti sem að við byggum til. Spænska veikin all over again. Já, og þetta mun ekkert lagast og meðan við höldum áfram að gera sömu vitleysuna. Ef við lærum ekkert að þessu. Einhver góður maður sagði vandamál heimsins að meðalgreind ekki mjög hágreind. Ég stundum detti í það að vera arrogant og segja það. Já. En að því við erum búin að tala hérna í rúman klukktíma, það var mjög skemmtilegt að sitja og spjalla með þér. Hvað planið? Hvert þetta fara? Hvert ég að fara? Já, hvað planið? Þegar stórt er spurt. Stór? Ég alltaf að breyta hvað ég ætla að gefa því ég stór. Já. En ég núna bara í minni hvalabaráttu og ég stjórnast ekkert mikið af því að gera plön fram í tímann. Ég svolítið mikið bara bregðast við því sem brýnt að gera þá stundina. Akkurat núna ætla ég að klára þetta. Ég ætla að sjá það að hvalveiðar verði bannaðar. Það númer 1, 2 og 3 akkurat núna hjá mér. Ég svo bara í námi í stjórnmálafræði í háskólanum og ég ætla að klára það líka. Og svo sjáum við bara til hvort að ég bjóði mig fram á þing næst eða hvort ég fari bara að vinna einhvers staðar og þú veist, fyrir hagsmunasamtök eða í einhverju ráðuneytu eða eitthvað, bara einhvers staðar þar sem ég get gert eitthvað gott. Ég verð að spyrja þetta, ég þekki svo vel þetta hugs. Farðu stundum ekki svona bara, ég get ekki meira þessu. Jú. Fólk verður bara einhvern veginn. Jú. Og þá bara, verður svona þennan tón. Ef við erum á trúnu. Já, jú, ég gefst alveg upp stundum. Sem betur fyrir þá gefst ég bara upp í nokkra daga í einu, eins og En fyrir 2 árum þá lenti ég í slysi sem sló mig alveg út í samfélaginu. Ég datt á höfuðið og fékk mjög slæman heilarýsting. Og þannig að mér var bara kippt út úr lífinu. Bara manneskja í fullri vinnu, alltaf að gera 1000 aðra hluti, gat ekki gert neitt annað en bara vera upp í rúmi og vera mjög verkið og að fór öll orka í það. Og þá uppgötum maður náttúrulega í fyrsta lagi hvað heilsan bara allt. Hvað maður verður að vera þakklátur fyrir að hafa heilsu og að hvað þarf lítið til að kippa manni út úr öllu. Og ég var kannski svona á barmi kulnun þegar þetta gerðist, þannig ég fékk tækifæri við það að lenda í þessu slysi og fara í endurhæfingu. Þá fékk ég tækifæri líka til þess að vinna úr kulnun og læra að svona stýra minni orku, stýra mínum hugsunum, bara hversu langt ég leiði mér, vegna þess að þegar maður með svona mikla réttlætiskennd, þá getur maður að fara einhvern veginn alveg inn í það og tapa sér í einhverju þar til að maður bara lamast. Vegna þess að maður ætlar að taka inn á sig allt það slæma sem gerist í heiminum, þá auðvitað lamast maður bara á endanum og maður liggur bara kjur og getur ekki gert neitt í neinu. Og það rosalega slæmur staður að vera. Þannig að ég lærði að svona stýra því hversu langt ég leyfi mér að fara og stoppa mig af þegar ég sé að ég að ganga á eigin andlega heilsu, orku og líkamlega heilsu. Þannig að líkaminn hlustar á allt hitt og bregst við. Þannig að, já. Hvað gerir þú til að rétta það af? Ég kippi mér út úr því sem ég að gera. Ég læt alla vita sem að ég að starfa með að ég þurfi að fá næði. Ég tek mér andrými, ég heppin að ég á lítið sumarhús á Vestfjörðum sem að ég fer í og bara ekki að hugsa akkurat þá baráttu sem ég í akkurat núna eða ef það eitthvað annað sem að angra mig að geta kippt mér út úr því og verið svolítið ekki til viðtals eða þá að ég, já mjög góða vinkonu í Danmörku, ég festum mig bara til hennar, hún býr út í sveit. Ég fór til hennar síðast bara fyrir 2 vikum og var hjá henni í 4 daga, bara í sveitinni, bara tala við hana á kisurnar hennar og hjóla á ströndinu og syndi í sjónum, Þannig að ég passa upp á andlegu heilsuna og ég segi það við alla sem eru að vinna með mig, vegna þess að við eigum það sameiginlegt í öllum aktivisma að brenna fyrir málefninu
og þegar ég sé að það eitthvað að taka á manneskju, að þetta sé orðið erfitt, þá get ég líka verið svo sem segir, heyrðu, nú þarf þú bara að taka þér smá frí. Það við getum ekki öll, við erum ekki vélmenni, við getum ekki alltaf verið 100% og við verðum að hlaða batteríum. Og þá verður maður bara að kippa sér út og það besta sem maður gerir náttúrulega að fara út í náttúruna, að jarðtengja sig, að bara sitja einhvers staðar og þú veist, strjúka mosann og hugsa, skilurðu. Þetta hljómar mjög hippalega en það er það sem við þurfum að gera. Þú veist, við þurfum bara að jarðtengja okkur og við þurfum að, þú veist, fatta, við erum bara partur af þessari náttúru. Þú veist, það er ekki við og náttúran, við erum náttúran. Við, allt okkar líf er undir þessari náttúru og ef við passum ekki på hana, þá erum við ekki að passa på okkur. Bara, get ekki orðað betur. Já, ég vona að ég hef komið sér skilmerkilega fram. Þetta skildist mjög vel. Ég skildist mjög vel. Einn eftirvísti að tala við annan. Já. Ég var einmitt að rifja upp í gær. Ég gekk um búsólfi í Standinu á Austurvelli í öllum veðrum með 5 manns, með 1000 manns og nú ég fluttur hérna út í sveit. Dásamlegt, já. Og ég hef svo litla trú á Íslendingum að það var að fara að mótmæla einhverju. Já. Þú veist, ég bara punkast á netinu. Já. Lífbyltingin. Og alveg var gaman að fá þig og gaman að kynnast þig. Já, sömuleiðis, rosa gaman að koma. Skemmtilegt viðtal. Já, takk sömuleiðis. Og engin pressa, en ég og tæknimanninn við bara ætlum til þess að redda þessu. Já, það. Já. Ég geri mitt besta. Ég geri mitt besta. Skál. Tökum Jesú hérna. Takk fyrir að koma. Já, takk sömuleiðis. Og þið sem heima sittir, endilega sendið okkur mail á tyratýr.is ef þið hafið eitthvað þáttinn að segja eða eitthvað jákvætt. Við erum farin að fá maila, jákvæða maila ennþá. Og þið sem viljið hrauna yfir okkur, ykkur líka velkomin að senda mér mail. Það er tyratýr.is. Takk fyrir að horfa.